Haukar, þær unnu, bara örugglega sigur gegn Selfyssingum, mjög heilsteypt frammistaða á sig og þær kláruðu þetta í fyrri hálfleik. Já, Haukarnir komu bara öflugar inn í leik, voru ekki góðar með DBF í seinasta leik, sérstaklega sóknarlega og í slútunum, en í þessum leik var greinilega búið að fara aðeins yfir. Það spiluðu mikið hérna, þetta kerfi sem sjáðu þarna, þannig að Hornamaðurinn hlaupa tilbaka. Hún fékk hann nú ekki oft þarna í þessari stöðu, þetta kom framhald gott, það sem að, má alveg segja að varnarleikur Selfyssinga hafi ekki ráðið neitt við neitt í þessu. Og Haukarnir áttu bara auðvelt með að skora og aftur á móti þetta Selfyssingarnir mjög erfitt með að skora, þannig að þetta var orðið hérna, ég sjá þetta, auðvelt hlaup undir og línumar með langa línusendingu sem gengur upp sko. Og svo náttúrulega hraðaupplaup og seinni-bylgjumörk líka sem að bættist ofan á. Það séu 5 af fyrstu 7 frekar 6 af fyrstu 7 sem eru hraðaupplaup. Og sjá þarna, gaman að sjá Söru Maríu Odden. Hún aftur verið að negla honum inn, hún var góð í þessu leik. Þannig að þetta var game over fyrir hálfleik, þessi leikur. Þetta var auðvitað ákveðin skildur sigur fyrir Haukastelpurnar að vinna Selfoss. En það sem er jákvætt, einmitt eins og segir með Haukaliði er það að Jóhanna Margrét með 6 mörk, Sonja Lind með 6, Rakel 5, Embla 5, Inga Dís 5 og svo Sara Odden 4. Þannig að það er mjög svona drift markaskor þarna að virka einhvern veginn alla hluta vallarins. Svo þarna hröðu miðjuna sem kemur hjá þeim, mér finnst Haukarnir vera þriðja besta lið í, að þær eru með skástu markatöluna á þessu liðum sem er með 13-14 stig og langbæstu markatöluna þeim. En botnin í frammistöðunni hjá þeim, þegar hann er bara svo lára þeir ekki ná. Mér finnst það eiga að vera með fleiri stig. Já, mér finnst það betra framarnir og... En við töluðum skitnunar og Inga Dís sérstaklega, en þær voru þarna mjög öflugar þessar 3. Sara var góð í þessu leik, spilar aðeins hægra megin. Embla var góð, 5 úr 6. Var að taka réttara árásir og boltinn var að ganga fínt hjá henni. Og Jóhanna Margrét var með fína leik líka. Skotnýtingin allt í lagi, ekki mikið meira það, en Ertu sammála Ása að Haukar muni enda í 3. sæti? Já, ég náttúrulega hef bara orðið fyrir miklu vonbrigðum með Haukana í vetur. Ég var einhvern veginn að blása í einhverja Haukar og lúðra hérna fyrir tímabilið, en það var bara ekki staðið undir því. En gæðin eru til staðar, en það er hárrétt sem Ási segir. Ég meina, það er detta allt og langt niður og ná ekki að leysa nein vandamál einhvern veginn í leiknum. Ef það lendir í vesenni, þá er það bara í vesenna sem eftir að leik. Og það sem er kannski verst við þetta er að nú spila þær alla vel. Seinasta leik spilaðu allar illa. Það hefði kannski dugað í 3-4 stig hefðu þær bara spilað 2 vel í seinasta leik og það var alveg nóg að 2 hefðu spilað vel núna. Þær hefðu alltaf unnið Selfoss. Skilurðu, þannig að þetta er einhvern veginn bara allt eða ekkert og þær þurfa að finna úr því en ÍR og Fram eru alveg að mörgu leyti svipuð lið. Þau eru í sama vesinni. Það er góð frammistaða og slæm og ÍR einhvern veginn í vondum málum núna einhvern veginn eða á vondu stað. Þannig að ég held að mitt gísk er að Haukarnir eftir að hækka spott framstöðuna leiðir eftir sig kannski öllítið núna með það að Framararnir og Haukarnir er að fara kannski að sigla upp í 3. og 4. sæti eins og kannski við var að búast og ná þá þessum heimaleikarétt í þessum 8 liða úrslitum. 3. sæti, það má ekki glemma því að það sleppur við Val líklega ef við gefum okkur það að Valur sem er svona heilstiftasta liði núna að klári deildina. Þannig að það skiptir máli. Nú allt brjálað Eyjum þú segir þetta Ég er nýbúinn að rósa leikmanni 3-4-5-6